heilstæktur kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur. Ég ætla að bjóða velkominn Þráinn Bertelsson. Komdu margblessaður og sæl. Já, gaman að fá þig í þáttinn. Já, það er bara gaman að fá þig. Hérna, ég ætla bara að vinda mig strax í það að ég var að klára þessa bók hér sem heitir Einhvers konar ég, sem að er uppvaxtarsaga þín og þú skrifaðir. Og hún er alveg frábær, segi ég beint frá hjartanu. Þannig er þetta að lýsa því hvernig þú elst upp sem frekar svona renglulegur lítill strákur og þegar maður lesir þessa bók þá fattar maður í fyrsta skipti, minnst kosti ég, að þú áttir það sem heitir erfið æsku. Ég ekki tók ég nú eftir því, en ég var glaður að fannst bókin skemmtileg og svoleiðis. Nei, veistu að ég átti kannski svolítið undarlega æsku, en á þeim tíma hugsaði ég nú ekki mikið út í það vegna þess að, ég meina, mín æska var svona og ég hafði ekkert reynslu af því hvernig annarra manna æska var eða eitthvað svoleiðis. Ég hélt ég væri afskaplega lukkulegt barn. Já, einmitt það er ágætt að trúa því. En segðu okkur aðeins, leitt okkur aðeins í sannleikana því að þó svo ég sé búin að lesa bókina þá eru ekki allir búin að því og það er líka gaman að heyra þig segja frá því. Þín æska, þú flækist á milli, þú þvælist á milli húsnæðis og ef ég man rétt þá bjóstu á 16 stöðum á 19 árum. Já, ég held að vera fleiri en... Bara 19 staðir á 16 árum? Já, eitthvað svoleiðis. Já, sko, að ég ólst upp við dálítið sérstakar aðstæður á þeim tíma vegna þess að þetta var fyrir tíma mörgu hjónabanda og skilnað og allt svoleiðis. Og ég ólst upp hjá einstæðum föður af því að móðir mín veiktist og fór á stofnun þegar að ég fæddist og var ekkert meira inn í fjölskyldumyndinni. Pabbi var smíður og var mikið að smíða út á landi og hér og þar og einhvern veginn þá atvikaðist það nú þannig að við vorum á miklum flækingi feðgarnir. Bara tveir? Já, reyndar þegar við byggum í Arnarfelli Þingvallarsveit þá var ráðskona hjá okkur og svo var systir mín sem 10 árum eldri en ég hún var hjá okkur í Arnarfelli á sumri en að öðru leyti vorum við nú bara 2 kallarnir. Já. Og ég hélt í raun og veru að þetta væri ágætt. Ég þekkti ekki annað og hélt að ég hefði verið óskaplega lukkulegt barn. Það er kannski fyrst þegar ég skrifaði þessa bók að þá uppgötvaði ég að ég hef verið þunglyndur frá barnaæsku. Því að til dæmis ég get ekki ímyndað mér að það sé normalt að 10 ára gamalt barn sé að hugsa upp aðferðir til að fremja sjálfsmorð. Nei, það er ekki víst. Og það ber nú ekki vott mikla lukku. Ekki sérstaklega svona? Nei, ekki sérstaklega. En hins vegar held ég sko að þetta með hamingju og óhamingju, að hvorugt ástandið er stöðugt og varanlegt. Því að í dag lít ég á sjálfan mig sem frekar hamingjusaman mann og ég er alveg himinsæll með það ef að hver dagur felur í sér 2-3 augnablik sem ég er hamingjusamur. Skilur, ég get séð fugl á gangstéttinni vera að kroppa upp brauðmola og það fer einhver gleði mig og það er hamingjan. En svona, þú veist, normalt að ég held bara að það sé ekki hægt að lífa í konstant hamingju. Ég held bara að lífið sé best svona í ákveðnum balans. Þú talar að móðirinn hafi verið veik. Þess að ólist þið bara upp 2. Já. Faðirinn verið fyrsta lagi frekar fullorðinn, hann 50 þegar hann eignaðist þig. Já. Þannig að hann hefur verið frekar fullorðinn maður svona þegar þú ert komin til við svo ára eða svo maður segja svona á unglingsaldurinn. Já, mér fannst hann alveg passlega gamall, sko. Mér þótti hins vegar ýmsir aðrir eiga mjög undarlega unga feður en það mér fannst það bara fínt þegar ég var lítill að kynslóðabilið kom ekkert fyrir heldur en kannski á menntaskólaárunum eða eitthvað svoleiðis þegar að Þá var hann kominn fast að 70? Já, þá var hann kominn fast að 70 og
og ég uppfyllist af menntaroka og homóði og þá allt í einu himinn og haf á milli okkar. Já. Og hann virðist ekkert endilega að vera ungur í anda, hann sko einstæður faðir á þessum tíma, ekkert sérstaklega ungur í anda. Nei, sko, pabbi fæddur, eða var fæddur árið 1894, svo að hann tilheyrir ekki síðustu öld, heldur öldinni þar á undan. Og sko, hann var ungur í anda að sínu leyti. Hann var einn af fyrstu mönnum sem tók bílpróf á landinu. Að hann sagði mér það að þegar hann tók bílprófið, þá var hann látinn keyra þar sem að fyrir neðan háskóla, það var einu svona fótboltavöllur þar, og hann var látinn keyra á bílnum, bakka og keyra áfram og svona, og engin prófdómari upp í. Það var vegna þess að sá maður sem að síðast hafði tekið próf á undan honum, keyrði hann í skurð og var næstum búinn að drepa prófdómara, svo hann þorði ekki upp í bílinn. Og var nú ekki mikil trafík í Reykjavík á þeim tíma, en já, pabbi var náttúrulega allt annarri kynslóð heldur en ég, og svo náttúrulega gerðist hann svolítið gamall, en mér þótti óskaplega mikið vænt um hann. Eitthvað samband gott? Ekki á unglingsárum. Nei. Ég held reyndar sko að kannski bara samband mitt við veröldina yfirleitt hafi verið mjög erfitt, mjög strítt. Og það bitnaði að sumuleyti á pabba og þeim sem voru mér nánastir. Þessi saga mín svona pæling mín, sko, að ég að reyna sjálfur að gera upp hluti sem að kannski flestir þroskaðir menn eru búin að gera upp fyrir lífandis löngu. Nú ég kominn fast að 60 og ég að reyna að gera upp þessa æsku mína, að því að mér finnst einhvern veginn, skilurðu, að jafnvel þótt maður sé búin að hugsa allar hugsanir, að það gerist eitthvað þegar maður færir hugsunina í orð. Alveg eins og ef ég geri á hluta einhvers og ég hugsa með mér, mér þykir leiðinlegt að hafa gert þetta, að málinu samt ekki lokið þegar ég hef sagt fyrirgefðu. Og ég svona að reyna að sættast við þetta barn sem var ég og nálgast að taka það til mín. Aðeins, þú lýsir fallega og svona það aldrei greinilega átakanlegt móður þína, sambandi þína með móður þína. Segðu mér aðeins stutt frá því. Sko, að það var í raun og veru ekkert samband að mamma var geðveik. Hún fekk, hvað heitir það, mania depressiva heitir það, sem þá einhvers konar þunglindi á mjög háu stigi. Og þegar ég var lítill, þá var hún mjög veik og þegar að farið var með mig til hennar, þá fannst mér það mjög erfitt og mjög óhugnarlegt og í raun og veru ég fann ekkert fyrir því að þetta var móðir mín. Fyrir mér var þetta bara einhver manneskja sem að ég þekkti ekki nokkuð skapaðan hlut og vissi ekkert og leið illa á þessum stað, þar sem hún var inn á Kleppi. Síðan koma til þá betri lyf og þess áttar, þannig að hennar líðan varð betri með árunum sem betur fer og svona á seinni árum að þá hafði ég mikið samband við hann og kom mikið til hennar og hún kom til okkar og Þú hittir hana samt sem var ekki yfir áratug, sást hann aldrei? Já. Þá var hún bara inn á Kleppi eða hvað? Já, þá var hún inn á Kleppi. Að vísu þá systir mín sem að náttúrulega fekk að gangi í gegnum þetta móðurleysi á svipaðan hátt og ég fekk þó kannski ennþá verri spil á hendin að því leyti að hún var 10 ára þegar móður okkar veikist fyrir alvöru og þarf að horfa upp á þetta. Hún átti móður sem hún misti frá sér. Ég hins vegar
skilur, enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Og hérna, ég hafði ekki átt nokkur skapaðan hlut, svo að ég var eiginlega bara, þegar ég öfundaði aðra menn af mæðrum þeirra, að þá var það meira svona af forvitni, sko, að hann á mömmu, sko, til það sniður, það kann man eiga eina svona. Út úr þessu skrítna uppveldi kom rithöfundurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Þráinn Bertelsson. Við skulum sjá smá brot af því sem þú hefur gert á kvikmyndasviðinu áður en lengra haldið. Ætlarðu ekki að koma? Hún er æðislega góð. Hvað? Hei! Hvað er þetta að gera, maður? Það var ekkert súrefnis eitur við það. Hvað er að gera? Ég er að hlaða byssuna. Þetta eru haglaskot og ég er að tróða þeim í hólkinn. Þetta er ekki ánægð með þetta starf sem ég ekki að kalla ævistarfið, þú ert ekki hættur. Ég er ánægð með sumt Já. og annað. Hvaða kvikmynd ertu ánægðastu með? Ég veit hvað mitt svar væri, en hvað er þitt svar? Ég er ánægðastu með, mér þykir vænst nýtt líf. Já. Mér finnst hún vera svona, já, mér finnst hún vera hafa brotið blað. Að hérna, þeir komið svo að vísi í Danmörku 20 árum seinna og sögðust að fundið upp eitthvað sem er kallað dogma. Já. En þetta er svona dogmamynd 20 árum áður en að þeir gerða hana. Og hún var bara yndislega vegna þess að allar senur í henni voru minningar mínar eða minningar Ara Kristinssonar, kvikmyndatökumanns úr frystihúsaæðinu sem við fengum að ganga í gegnum. Þú ætlar að setja hérna áfram Þráinn, en ég má til með samt sem áður að hrósa fyrir þessa bók og hún snerti mig. Mér fannst hún mjög áhugaverð og skemmtileg að lesa. Og dáðustæði fyrir hreinskilnina og heiðarleikann sem að skín hann í gegn. Ég er bara dáist að því að svona ungur maður skuli vera svona þroskaður og... Hörðu, þú ætlar að setja hérna áfram. Til að lesa svona þungar bókir. Þegar þú nefnilega þráttur að við höfum talað hérna áðan sjálfs og þess að það væri mjög dapurleg bók, þá var hún auðvitað mjög fyndin. En hérna, við ætlum að fá tónlistaratriði eftir smá stund, en það atriði er frá tónlistarmanni sem er aðeins að dusta rykið af gítarnum. Sonur hans hins vegar þarf ekki að dusta hann eftir ryk vegna þess að hann er einn vinsalasti tónlistarmaður þjóðarinnar í hljómsveitinni 200.000 naglbítar. Fáum inn feðgana Jón og Vilhelm, tónlistrákar. Hér er Vilhelm, blessaður sætt, og hér er faðir hans, Jón, blessaður, fáðu sætti. Þið eru spírurnar í hljómsveitunum 200.000 naglbítar og Randver. Það er rétt skilið hjá mér. Aðeins Randver, Jón, það er ekki allir sem vita nákvæmlega hvað Randver er, svo mikla gleði sveit. Já, við söngsveitir Randver, við byrjuðum í Hafnarfirði og spilaðum þar, vorum allir kennarar við Öldutúnsskóla og saga okkar, hún nær aftur til kringu 74 og síðan erum við að gefa út núna, endurútgefa gamalt efni, safndisk og erum með nokkur ný lög þar á. Ég sá það þegar ég var að lesa Randver, Villi, að ég sem held að þú væri svo frumlegur að hafa fattað upp á 200.000 naglbítar nafninu, að Randver hét 200.000 naglbítar, nokkrar vikur eða eitthvað? Ég hef nú aldrei séð það skrifað, sko. Það er ekki fyrir en að við verðum eitthvað frægir að þeir fara að blása þetta upp fjölmennir, sko. Við hétum einu sinni 200.000 naglbítar. Við hétum einu sinni Queen, sko. Nei, jú, það er eiginlega rétt, sko. Pabbi átti nú hugmyndina af þessu nafni.
og við vorum búin að heita hinum af þessum nöfnum 200.000 naglbitar sko, heitum fullt af nöfnum, Askur Yggdrasil, svona stutt og þjált allt saman. Það eru svona 4. orð sem byrja á S, sem reglan á Íslandi, ef þú selja eitthvað, heitir eitthvað með S og helst 4 stafir ekki meira. Sálin, sólin. Já, þú veist, skítamorall, stjórnin, allt, þú veist, og það ákomur hugmynd að hljómsveitin myndi heita 200.000 naglbitar eftir líka frábæri persónu í frábæri bók eftir Halldór Laxness. Og svo líka þegar minnir að Teitur Þorsteinsson, skólastjóri á Kópavogskerfi, lofaði því að hann myndi kaupa allt sem að hljómsveit með þessum nöfnum myndi gefa út. Þannig við vorum alltaf með svona eintak selt örugt, sko. Þannig að Og það ekki nóg með að villi sig þeirri hljómsveit, heldur sko Kári Annarssonin þinn líka. Já, ég á 2/3 af þeirri hljómsveit. Já, einmitt. Þannig að 2 af 3. Já, eru strákarnir betri eða verri heldur en þú? Þeir eru miklu betri. Þeir eru miklu betri? Þeir spila náttúrulega öðruvísi tónlist eða ekki? Þeir eru svona meira í svona, gleði og írsku þjóðlaga svolítið og svona? Já, bara bæði verið í írsku og eins í country tónlist. Já. En við reyndar vorum svo sem í rockinu hér í gamla daga líka. Já. Allir rockar. Og síðan þið viljið þér að gefa út plötu líka, 3. plötuna ykkar. 3. platan, Hjartagull, sko, hún komin út núna. Já. Og 3 ár síðan við gáum út síðast, sko. Þannig að þetta ekki alveg jafn langt hjá þeim, sko. 3 ár alveg nú á langt, sko, maður bara býður og býður. Og þetta engin endurkoma, ég meina þið eru búin að vera að allan tíma. Já, við spiluðum rosalega mikið eftir að Vögguvísuna kom út, sko, sem var plata sem gáum út 2000. Þá fengum við frábæra dóma og við spiluðum út um allt. Svo vorum við bara svona aðeins að slaka á, við erum búin að spila saman í 9 ár hljómsveit, sko, við erum 24, eða 10 ár, 10 ára afmæli núna, sko. Við erum spila saman í sömu hljómsveit frá þegar maður var 14 ára, sko, sem svolítið magna. Ég get ekki lofa því að ég hafi hlustað á Randver, sko, frá fæðingu vegna þess að þið voru aðeins fyrir minn tíma. En sko, að ég hrósaði Þráni svo mikið, ég má til með að hrósa ykkur fyrir þessa plötu, Villi. Ég er mjög hrifinn af 200 naglbitum og við ætlum að fá að heyra ykkur á eftir. En fyrst Randverjum. Og hvað fáum við að heyra frá ykkur? Það lag sem heitir Til helvítis. Jæja, ég óska ykkur ekki þess, en ég má kannski aðeins bæta við að þetta sem sagt svona, illmælgi. Illmælgi? Já, að hvernig skæðar tungur geta farið með fólk. Nú, jæja, heyrðu þið. Sendir það beint til helvítis. Þetta er svona ádeila á það. Fáum að heyra þetta. Kæra þakki fyrir komin að Feðgar og gangi ykkur vel með ykkar plötur. Takk fyrir. Og þau gangi þá til tónlistarsviðs. Meðan þeir ganga þangað Þráin, hefur þú aldrei verið í hljómsveit? Þú varst nú svona einhver hippi og svona? Nei, veistu að ég er fullkomlega laglaus. Já, er það? Því miður, að það er eiginlega harmleikur eða harmsaga ævi minnar að ég skulle vera alveg laglaus. En ég hef hins vegar ágætist tóneyra, ég hef mikla ánægju af tónlist. Sjá hvort þú njótir Randvers. Gjörðu svo vel Randverjar. Smíð, orðaskak, áróður og vopnaplagg, rímast eins og tonnatak og tungulykt og bænakvagg. Engri sálu orðin meira, illt þau að sjá og heyra. Illmælgi ógn og slys sem ættir rekur til helvítis. Maður satt í skóðan ströyminn upp að herðum og í vasti hörð í högguslapan hetjan bæði nótt sem dag. Kappinn var við konur gendur en kjaftasögum illa brendur. Orðaðu því við glaum og glís með kaspri sendu til helvítis. Sakrað hreinli konukinn með kristillegð en ekki synd í gegnum líf sig önnur lauf. Greið aldrei vekk sér stauf og oft hún mætti einum nætur eins og margar efudrætur. Út af því var því svo þís, alls ekkur send til helvítis. Bæði frið og sátt, margir elskar streð og stríð og skóla mest ró og nýð. Ég einn af vandansmönnum sem ekki að reiði gnýst eitt önnum. Alviti margir gera gíst og gjarnan völva til helvítis.
held ég mikil gleðisveit þarna á ferðinni, Randver. Það má nú segja. Það má nú segja. Fáum við næsta gest. Hann er leikari og grínisti sem sló í gegn síðasta vetur. Hann hefur reyndar margoft slegið í gegn áður, en síðasta vetur kom hann öllum á óvart ásamt félögum sínum í Spaugstofunni. Spaugstofan hefur göngu sín á nýjan leik í kvöld, enda vetrardagskrána hefjast formlega við fáum hingað inn Sigur Jónsson. Já, kontur margblessaður, sæður. Ég ætla að fara að kalla rafbygginu Sigur. Hvað segirðu gott? Ég sé mjög gott að gæfi. Já, þið eru að fara í loftið eftir? Já, enn eina ferðina. Enn eina ferðina. Enda ekki annað hægt eftir þessa velgengni í fyrra? Nei, bara við erum okkur finnst þetta svo svakalega skemmtilegt að það er ekki hægt að sleppa. Já, það voru allir hissa á því held ég að hvað þið voru vinsælir eins og þið slóið hérna öll með. Já. Enginn samt meira en þið sjálfur held ég. Ég veit það nú ekki, jú. Þetta kom svona skemmtilega óvart, sko. Já. Jú, það voru svona rættir sem sögðu að nú verður mála linni og gamla lumur og allt það. Jú, ég eflaust sömur hefur rétt fyrir sig en hérna. Jú, við kannski sýndum fram á annað. Já, svo sannarlega. En við vorum, eins og segi, við vorum bara beðnir að koma aftur og við vorum sannarlega tilbúinir. Já, akkurat. Það líður okkur vel í þessu starfi. Já, ég hlakka til að sjá þetta. Hérna, þú ert búinn að hafa ýmsu að snúast annað en þetta undanförnum. Þú varst að leikstýra dýrunum í Hálsaskógi. Jú. Með bravúr. Já. Já, frábær sýning. Ég held sér uppselt sko fram yfir áramót. Það er eitthvað svo viss, já, það vantar bara fleiri helgar. Já, það er ekki til, sko, en það er verið að reyna að panta þær á utan, ég veit ekki hvernig það fer. En það eru væntanlega. Já, því þetta er náttúrulega ekki kvöldsýningar, þetta er náttúrulega bara sýnt á daginn. En það getur vel verið að fara svo að það verði bara sýnt á kvöldin, en það er þetta fyrir sko fullorðna líka. Já, einmitt. Því við reyndum að hafa þetta þannig, ég og leikhópurinn, að þetta væri svona skemmtilegt fyrir fullorða fólk líka. Við svona læðum inn svona smá fullorðins gríni sem að skadar ekkert börnin, en kannski skemmtir fullorðinum með leiðin. Ég held að það sé kostur fyrir barnasýningar. Var ekki gaman að leikstýra þessu? Það var frábært, þetta var bara með því skemmtilega sem við gert dagana. Já. Líka vegna þess að ég þekki náttúrulega þetta leikrit mjög vel. Ég leiki tvisvar í því. Já, byrju tvisvar sinnum, já. Þetta var fyrsta sem ég útskrifaðist, þá hérna 76. Þá lék ég Bakardrenginn. Já, er það? Já. Þannig að það er fyrsta minningi í mínu leikhúsi, alveg fyrsta reynslan. Þá hefur leikið með Bessa og Árna? Já, með orginal kastinu, sko. Já, einmitt. Þeir lögðu grunninn að þessu. Já. Og síðan 15 árum síðan leik ég Mikka Ref og síðan liðið aftur 12 ár og þá fæ ég að stjórna hinum bróðunum. Já, frábært. Það var nú skemmtilegast að gera það reyndar. Þið hefur unnið saman? Heldur betur. Og það er það bara í Dalalífi? Nei. Við höfum hist nokkrum sinnum. Já. Bæði hér í sjónvarpi og bíó. Já. Eitt af þessi Dalalífi stendur svolítið upp úr í minningunni hjá mér vegna þess að þú ert svo kallar senuþjófur í myndinni Dalalífi. Ég held við lítum bara á það að lengra haldið. Það er hérna, þetta er atriði sem er tekið upp á Óðali, það ekki að mestu? Jú. Þar sem að Sigurður er ríkur maður úr bænum sem saknar sveitarinnar. Já. Fáum að líta á það brot. Ég drekk aldrei annað en kampavín. Mér finnst eins og ég finni fjósalykt. Hvað er það? Fjósalykt! Þetta er sko besta lykt sem ég finn. I love it! Hún er að þér! Fjósalyktin er að honum! I love it! Ég var að kynna mig. Jónas Reynils, kallar Jóðar. Þetta er gott. Það var langt síðan séð þetta. Já. Hvað er langt síðan þetta var tekið? Dalalíf, það er 1984. Já. Sumarið. Það tók að þetta upp. Af hverju þykir að vænt nýtt líf heldur en Dalalíf? Mér finnst Dalalíf eiginlega fyndnari. Já, það hefur ekki með það að gera. Það hefur bara með það að gera að nýtt líf var sko eigin upplifun. Já, einmitt. Og uppgjör. Það er kafli til dæmis í nýju lífi þar sem að maður leikur sig vestur Íslending til að fá sjús og svoleiðis. Jú. Og allt gerðist þetta í raun og veður. Mæðrasynir, já, og allt það, já. Svo að, en mér finnst voða gaman að sumu í Dalalífi, sko. Og hérna, þegar maður sér Sigga, þá getur maður náttúrulega ekki gett hana að segja bara I love it. Já, þetta menn notuðu þennan frasa árum saman. Já, ég fekk gott að heyra þetta og kannski nota þetta sjálfur svona tíma og tíma. Ég man nú ekki þessi frasi hefur vantarlega verið handritið á svona tíma. Held ég, þannig að einhvern veginn var þetta til. En þetta stóð einhvern veginn upp úr í hugum margra. Já.
Hefurðu tölað eitthvað að leiki í mörgum bíómyndum? Nei, það nú ekki. Nei. Já, En þú varst... 15-20 eitthvað svoleiðis. Já, og þú varst nefnilega snemma einn aðal kvikmyndarleikarinn okkar. Já. Er ekki óvægt að segja það? Jú. Það er óvægt að segja það. Já, og varst ekki nýútskrifaður þegar þú varst í, Já, var Land og Svín í fyrsta myndin, jú. Og síðan komu þar nokkrar í röð. Já. Og síðan hefur þetta verið svona bara jafnt og þétt, en svona kannski færri í seinni tíðin og svona. Já. Jú, ég var búið að heitur kvikmyndarleikar. Ég var. Já, og af hverju tókst þér að leika, ég meina að þetta allt öðru sér á sviði, er eitthvað við þig sem að gera verkum út góður í kvikmyndum? Nei, ég held alltaf menn alltaf að segja öðruvís á svið og í bíómynd, ég blæs nú alveg á það. Þetta er kannski önnur tækni, þetta er bara spurning að vera góður leikari eða ekki. Ég það nú ekki, það snýst bara það, Og ég svo fegin að heyra hann segja þetta. Það er alltaf verið að reyna að mystifísera þetta, gera þetta einhverjum leyndardómi að það sé sviðið sé eitt og bíómyndir annað. Þetta er bara spurningum, getur fólk leikið eða ekki? Já, og ég held að þetta er ekkert flóknir að það, gott sem það er gamanleikar eða dramatísku leikar, þetta er bara góður og vondur leikar. Þetta er bara ekkert flóknir að það, fyrir ekki að segja. Nema hvað, að til að geta talist verulega góður leikari, þá þarf maður að geta leikið gamanleik. Það geta ekki allir, en það geta allir leikið dramatískan leik. Já. Þess að geta leikið hvort veginn, við skulum sjá hann, ég held að þessi brot frá því áður en þú útskrifaðist. Já. Þetta er frá því held ég rétt svipað leit og ég var að fæðast. Skulum sjá hérna lítið brot á safni Jóhannsins. Hér eru komnir hinnir frábæru skemmtikraftar Diddi og Dódó. Herðu? Já. Gættu hvað er mér í lófanum? Hring. Nei. Karmelu. Ekki heldur. Klemmu. Hvernig klemmu? Þvottaklemmu. Nei. Hvað ertu með symfóníuljónsveit hana? Jó, hver stjórnar? Já, þetta var bara þá. Já, þetta var þá. Hérna, af hvað tilmni var þetta? Þetta var einhver skemmti þáttur hérna í sjónvarpinu. Við hefum komið fram og vorum í skátunum við félagarnir. Þarna með mér, ég svo aðrið Guðmundur Jónsson heitinn, frendi minn og félagi sem fjallum og sviplega frá fyrir 10 árum síðan. En eins og segi, við vorum alltaf í skátunum og tróðum upp með þetta atriði og urðum heimsfræðir í Hafnarfirði fyrir þetta atriði. Og einhver heyrði af þessu og fékk okkur hingað. Já, einmitt. Þannig byrjaði... Hvað ertu gamall á það cirka? Ég er svona 16-17. Já. Ég held það, eitthvað fyrir þess. Sést strax á þetta góður leikari, sko. Er það ekki? Annarkot eru með það. Jó, menn hafa þetta. Já. Ég man bara þegar ég sé þetta nú, því ég ekki sé þetta þess að man bara við vorum alveg blautir af svita fyrir upptöku á þessu. Já. Alveg gegn drepa, hefði maður rétt. Já. Það er ekkert best. Nei, þetta alltaf stressaður. Ertu stressaður? Já, ég er það svona öll í öfnu. Það? Ég er einu svona að fela það, en þetta, já. Þú ert það góð leikari, þetta er alveg að fela það. Já. Ég er þannig í leikhúsi líka og maður álíka alltaf að vera á tánum og svona, ég er aldrei alveg rólegur. Nei, einmitt. Því skildar mig vera rólegur að standa fyrir fram 500 manns. Einmitt. Ef maður er alveg rólegur yfir því, þá er maður ekki á tánum. Nei, einmitt. Ertu stressaður núna? Já, svona aðeins. Já. Nei, ekki stressaður, mér líður nú ágætlega svona, já, ég veit alltaf að því þegar þeir eru að taka mynd af mér. Já, einmitt. Já, ég veit að því. Þeir eru að taka mynd af þér? Já. Nei, ég hef góður spil. Fann myndavél. Herði, við skulum brjóta þetta upp á tónlistaratriði og núna frá næstu kynslóðu eftir Randverjum. Þú þekkir Randverja? Já, Firðingar, já. Við veit allt um það. Þetta tengist allt alveg hægur. Þið kenduður það ekki einhverju þeirra? Ég reyndar ekki, en ég kemur saman á skóla. Ég kemur ungdómsskóla. Já, einmitt. En ég þekki á suma, sannarlega. Já. Heyrðu, en það er sem sagt, það eru Villi og Kári, synir Jóns í Randver. 200 snakkbítar, þeir ætla að flytja ykkur eitthvað skemmtilegt lag af nýju plötunni þeirra. Við skulum bjóða þá velkomna á svið. 200 snakkbítar.
rennur út. Sölvublómið fellur ekki, líf rennur út. Sölvublómið fellur ekki. Hef ég. Almennilegt rock. Já. Já. Þið eru hrifnir af því, strákar. Pressilegt. Næsti gestur minn hefur unnið við að elda mat fyrir útlendinga upp á hálendinu. Hún læriði söng í Frakklandi. Hún er menntaður garðyrkjufræðingur og 3 barna móðir. Sjálfri finnst henni það fullkomið aukaatriði að hún skuli vera lögformlega blind. Við skulum bjóða velkomna Rósu Ragnarsdóttur. Bless og sæl Rósa. Gaman að sjá þig. Það er sæti hérna. Þá er sæti. Heyrðu, var þetta ekki alltaf rétt í kynningunni? Já, jú, ég reikna með því svona. En ég veit að þú ert óanæðust með það að ég skulle segja að þú sért lögformlega blind þótt að ég veit að það sé rétt. Já, það er vegna þess að þú kemur eiginlega hálfpartinn upp um mig. Það er því að þetta er náttúrulega þannig að við erum alltaf að standa okkur svo vel og við getum líka allt, sko. Og við getum allt sem við viljum. Já. En það er ekki þar sagt að þjóðfélagi segi að við getum gert allt sem við viljum. Einmitt. Þannig við þurfum stundum að vera bara hugrökk og segja að ég get þetta og þá erum við ekkert að tala mikið um þetta. Einmitt. Og sem sagt að þá getum við komið þessari umræða stað að við getum þetta ekki. Einmitt. En þú hefur nú aldeilis ekki verið með neitt uppgjafar tón í því sem þú hefur gert. Þetta var rétt, þú fórst til Frakklands að læra söng, ekki það? Jú, ég gerði það. Ég fór svona í þetta svona hálf óformlegur skóli og kendi svona jazzsöng og ég var í svona litlum grúppum sem voru þarna við skólan og þetta var nú óttalega auðlalegt sko allt saman en samt sko fekk maður ákveðna reynslu að þessu. Já. Og þetta var orðið þannig að ég kom á marga staði, svona litla ljóta staði þannig í Montpellier borg þar sem við áttum heima og þá var svona Rósir komin ef ekki að taka lagið. Þetta var orðið svona einfalt sko og það var engin formlegheit í þessu sko. En þú ert nú glæsilegu fulltrúi fyrir sjónskerta og blinda. Þið eruð með dag til þess að minna á svona hvað segja ykkar réttindabaráttu eða það þið séu til? Já. Það er dagur hvítastafsins 15. október, þá er verið að minna á okkur og okkar félagsskap. Já. Og þetta er, ég held að ég binda fyrir augun á einhverjum sko og það er venjulega einhver frægur sem fær að kynnast þessu sko. Reyna það að vera blindur. Já. Og það er núna miðvikudaginn. Já. En þú ert ekki alveg blind, ég menn þú gengur hér allt alveg sjálf. Já. Hvað amar að augunum þínum? Sko ég er með ský á augum og það er meðfæddur galli og ég sé svona eins og 5/60. Það þýðir það að ég sé 5 metra á 5 metrum þar sem að venjulegur maður með meðalsjón og nota bene gleraugum að hann sér á 60. Þannig að þessi 5 metrar er nú bara þrælfín, skal ég segja. Þið eru allir til dæmis sína 5 metrar radíus. En ég meina, ef ég tek af mig gleraugun, ef við tökum á okkur gleraugun, þá sjáum við náttúrulega ekki mikið. Við erum kannski með -3 eða -4. Er það eitthvað, það er samt miklu verra en það sem að þú ert að tala með það ekki? Ég hugsa bara ekki. Nú er það bara svipað? Ég veit það ekki sko fræðilega. Nei. En ég er alveg viss um það. Ef að engin gleraugu, eða mennið þeim ekki fundið upp gleraugu, það væri engin sjónskertur til. Það væri bara blindur eða bara, þú veist, ágætt. Og veröldin væri náttúrulega alveg frábær ef að... Öll númer væri stærri á strætóum. Á strætó, á hverju hofni og allir svo líbó og næs og það væri ekkert mál. Einmitt. Og þá væri þetta rosalega gaman sko. Já, einmitt. En þú meina þú getur til dæmis lesið þér það ekki? Jú, ég get lesið. Já. Og ég man að þegar ég var unglingur þá kom til mér lítil stelpa og sagði af hverju alltaf svona onni? Þannig að, það er nú það. Það er vegna þess að ég les með nefinu. Það þarf að halda bókin alveg svona upp. Já, ég er með svolítið nálægt svona bókin. En ég er búin að þjálfa mig í sko öllum flestum verkum þannig að ég get vinn þau sko frá mér. Því að það er náttúrulega ekki viðlit að vera onni í öllu. Og stóla bara á sjónina, maður gerir það ekkert alltaf. Nei, maður læri bara einhverja svona grundvallarreglur til þess að þú veist að vera nokkurn veginn svona eðlilegur, maður getur kallað það. En það er oft í svona
búðum og svona sem ég þarf að skoða hlutinn og svona þá ég ekkert feimin við það. Ég fer bara onni í það og þetta náttúrulega úrskup hallarislegt og maður veit það og maður sér eitthvað svona spegil sko, að maður sér því kannski í speglinum, nei, sko þá notar maður bara strútssyndrómið, þannig að, þú veist, ég sé þá ekki, ég sé mig ekki, þá sjá þau mig ekki. Þá þetta allt í lagi, þá gleymir maður því að þú veist að maður undir einhverju smástöð. Já, skára væri það, Já, eins og núna, ég held að ég alveg búin að gleyma þessi að taka myndir á. Það er gott að þau búið ekki nefnir. Þú varst nú nærsýnt fram með öllum aldrei, las ég í bókinni og enginn fattaði að láta það glerugu. Já, en ég man ekkert eftir því sko, því að það var mér eðlilegt, þangað til að ég fekk glerugu. Já, einmitt. Þá náttúrulega breyttist veröldin. Ég man eftir einu lýsingu þar sem að faðirinn reyna í Þingvallasveit að reyna að reka þú eftir einhverjum rollum. Já, ég var mjög viljúður sko, ég var hljópa af stað. Glerugnalaus. Og þá sá gamli maðurinn að það þurfti trúlega að fara með mig til löglæknis vegna þess að rollunum voru þarna en ég Já, en þessi dagur á miðvikudaginn, dagur hvítastarsins og ég segi bara að það ekki amalegt að eiga svona glæsilega fulltrú eins og þig í ykkar baráttu. Já, þakka þér fyrir. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Og þakka ykkur líka félagar. Takk fyrir kærlega. Siggi Sigurjóns, ég ætla að horfa á okkur eftir. Já. Og til hamingju með allt sem þú ert að gera og þráinn til hamingju með þessa bók. Einhvers konar ég. En þetta ég þakka fyrir. Takk ykkur heim í stofu. Við sjáumst eftir viku. Verið sæl.